detti í 3-0. Góðan daginn, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Þá setjum við fund númer 232 í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga miðvikudaginn 30. apríl klukkan 17:30. Fundinn sitja Birgir Örn Ólafsson, Björn Sæbjörnsson, Eva Björk Jónsdóttir, Andri Rúnar Sigurðsson, Inga Sigrún Baldursdóttir, Friðrik Valdimar Árnason, Eðvar Atli Bjarnason og Ásta Friðriksdóttir sem jafnframt ritar fundagerð. Áður en við göngum til dagskrár þá óskar forseti eftir því að fá að leita afbrigða að setja 2 mál á dagskrá og það eru dagskráliðirnir íþróttastefna Sveitarfélagsins Voga sem yrði þá 7. mál á dagskrá fundarins og svo fundagerð bæjarráðs númer 425 frá 28. apríl síðastliðnum sem yrði þá 7. mál á dagskrá. Allir þeir samþykkja það gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við með 13 mál á dagskrá að þessum 2 meðtöldum og sem fyrr þá ítrekar sá sem hér stendur að hann mun ekki taka þátt í afgreiðslu 3. máls á dagskrá vegna vanhæfis aðal- og deiliskipulagstillaga Hafnargötu 101. En vindum okkur þá í þetta. 1. mál á dagskrá hjá okkur er ársreikningur 2024. Lögður fram drög að ársreikningi Sveitarfélagsins Voga 2024 til fyrri umræðu og orðið er laust. Og ef enginn vill kveða sér hljóðs þá er lagt til að ársreikningi Sveitarfélagsins fyrir árið 2024 er vísað til síðari umræðu í bæjarstjórn. Allir sem eru samþykki því gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Annað mál á dagskrá er frístundasvæði Breiðagerðisvík, deiliskipulagsmál. Tekið fyrir 1. mál á dagskrá fundar skipulagsnefndar dagsett 22. apríl 2025. Tekið fyrir að nýju eftir auglýsingu í samræmi við 1. málsgrein 41. greina skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og afgreiðsla skipulagsnefndar var svohljóðandi. Nefndin fór yfir umsagnir og athugasemdir í samræmi við 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og samþykkir tillögur að svörum, athugasemda og umsagna. Nefndin leggur til við bæjarstjórn að samþykkja tillögu að deiliskipulagi samkvæmt áðurnefndri grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og orðið er laust. Og ef enginn vill kveða sér hljóðs þá legg ég þetta til samþykktar. Þeir sem samþykkja gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin í 3. mál. Aðal- og deiliskipulagstillaga Hafnargötu 101 tekið fyrir 3. mál á dagskrá skipulagsnefndar frá 22. apríl 2025. Lögðu fram skipulagslýsing á aðalskipulagsbreytingu samkvæmt 30. grein og nýju deiliskipulagi samkvæmt 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Afgreiðsla skipulagsnefndar er svohljóðandi. Nefndin leggur til við bæjarstjórn
að skipulagslýsingin verði kynnt samkvæmt 3. málsgrein 40. greinar og 2. málsgrein 30. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010 og orðið er laust. Og enginn kveður sér hljóðs undir þessum lið, þá legg ég þetta til samþykktar og þeir sem samþykkja þetta gefur merki. Og það er samþykkt samhljóða með 6 atkvæði. Þá erum við komin í 4. mál á dagskrá, en það er samningur aðstöðulegu Brunavarna Suðurnesja. Tekið fyrir 7. mál á dagskrá fundar númer 424 í bæjaráði frá 14. apríl síðastliðnum aðstöðulegu BS eða Brunavarna Suðurnesja og orðið er laust. Já, fyrir ekki, ég ætla að bæta hérna við afgreiðslu bæjaráðs. Hún hljóðar svona: bæjaráð samþykkir samhljóða framlögð samningsdrög og vísa til staðfestingar í bæjarstjórn. Og þá er orðið laust. Og það kveður sér engin hljóðs. Og þá legg ég þetta til samþykkt að þeir sem samþykkja þennan samning gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 5. lið á dagskrá. Það er kosning í ráð og nefndir. Lögðu fram til að breytingu í skipan öldungaráðs Suðurnesjabæjar og sveitafélagsins Voga. Lagt er til að Hólmgrímur Rósenbergsson verði skipaður sem fulltrúi sveitafélagsins í stað Jóngeirs Hjörvar Hlynarsonar sem víkur sem fulltrúi sveitafélagsins. Orðið er laust. Og enginn kveður sér hljóðs, þá er lagt til að þessi tilnefning verði samþykkt. Þeir sem samþykkja hana gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða og leið vil ég fyrir hönd bæjarstjórnar þakka Jóngeiri fyrir hans störf í þágu sveitafélagsins. Þá erum við komin í 6. mál á dagskrá. Það er íþróttastefna sveitafélagsins Voga. Tekið fyrir 7. mál af dagskrá fundar frístund- og menningarnefndar frá 8. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust. Gerðu svo vel við. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Já, mér langar bara að lýsa ánægju mínu með þetta frumkvæði frístund- og menningarnefndar að bera upp þessa tillögu að móta hér íþróttastefnu fyrir sveitarfélagið sem er bara líklega vel orðið tíma bært og ég held að verði bara tilöknu efni að fara í þá vinnu og geti bara orðið sveitarfélaginu til heilla hér í framtíðinni. Og ég svo sem ekki vona öðrun þetta verið samþykkt hérna á eftir og kannski getum fengið þetta inn í bæjaráð og til að mynda einhvern hóp utan þetta. En ég held að þetta sé bara mjög þarft og gott málefni bara til þess að halda áfram hérna í uppbyggingu þessu okkar góða sveitarfélags. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Björn. Og orðið er ennþá laust. Og ekki fleiri kveða sér hljóðs, þá legg ég þetta til samþykktar í bæjarstjórn, þeir sem gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Til viðbótar langar mig að undirstrika það eins og kom fram hjá Birni hérna áðan að bæjarstjórn samþykkja þetta að fara í þessa vinnu og henni verði vísað til bæjaráðs til frekari vinnslu. Þá erum við komin í aðrar fundagerðir og ég ætla að lesa bara upp titil þeirra hér og opna svo bara fyrir mælendaskrá og það er 7. mál, það er bæjaráð sveitafélagsins Voga númer 425 og það er bæjaráð sveitafélagsins 424, 423, 9. mál, 10. mál er skipulagsnefnd númer 69, 11. mál er frístund- og menningarnefnd númer 123, 12 er umhverfisnefnd númer 25 og 13 er þá umhverfisnefnd númer 24. Og orðið er laust þessar fundagerðir. Og það kveða sér ekki fleiri hljóðs. Þá segi ég
þessum bæjarstjórnarfundi slitið klukkan 17:40.